Jæja, sæl verið öll. Ég vil bara hefja þennan fund, þennan kynningafund formulega og bjóða ykkur öll velkomin. Og taka fram að þessi fundur tekin upp svo að það verður upptaka aðgengileg á vefsíðu Umhverfisstofnunar að honum loknum. En ég ætla bara að byrja því að kynna mig. Ég heiti Rakel og að vinna í teymi hringrásarhagkerfis hjá Umhverfisstofnun. Og ráðgjafi Umhverfisstofnunar í þessu verkefni sem við kynnum í dag eru KPMG og hann Hafþór mun kynna hérna rétt eftir, en ég vil bara byrja alla að muna að hafa slökkt á hljóðnemunum sínum á meðan á kynningunni stendur og fyrir alla sem ekki eru að tala hverju sinni að hafa slökkt á myndavélinni. Og já, ég held að ég kynni þá bara til leiks hann Hafþór og hann tekur við yfir þessa kynningu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið sæl. Hafþór heiti ég frá KPMG. Við vinnum með þessu verkefni með Umhverfisstofnun. Verkefni kortlagning á söfnun og flæði úrgangsstrauma og rauninni sett af stað út af þeim, hvort að ég flettist, þeim fjölda áskorunum sem eru til staðar í núverandi kerfi með svona þá framtíðarsýn í úrgangsmálum sem við viljum vera. Og það sem að kannski helst að maður nefna skortur á heildaryfirsýn. Upplýsingarnar eru skráðar vissulega, en það skilar sér ekki alla leið og ekki alveg eftir sama máti og óskað eftir. Mögulega. Það ákveðin þungur rekstur í kerfum hjá aðilum því að það getur verið mjög erfitt þá að þýða gögn yfir á einu kerfi á annað eða aðra flokkun á aðra og það veldur ákveðinni villuhættu. Og það skortir smá yfirsýn yfir hversu mikið viðhaldsþörf er á næsta árum í núverandi kerfum eða hjá öllum aðilum bara í úrgangsvirðiskeðjunni. Og svo bætast líka skil til Umhverfisstofnunar og annarra eftirlitsaðila ofan á daglegan rekstur. Þannig að það er þörf á að hafa hlutina eins skilvirka og hægt er og einfalda. Og það virðist vera smá svona óskýrt hver hlutverk ákveðna kerfa er. Þetta er bæði flokkun og skilakerfin. Og allt leiðir þetta að sér að það er erfitt að skila gögnum niður til Eurostat. Við erum á atvinnugreinaflokka og erfitt að mæta auknum kröfum fram á veginn. Verkefni sjálft er fyrsta skrefið sem skilað er að vinna umbótum í úrgangstölfræðinni og markmið getur verið skilgreint að hann átti að reyna að ná betri yfirsýn yfir hvernig staðan er, hvað kerfi er í notkun og vinna ákveðna svona þarfagreiningu eða hvað þarf að vera til staðar í framtíðarkerfi og ákveðna svona kröfulýsingu. Framtíðarstaðan er að hægt sé að sjá fyrir sér notendavæna kerfislausn sem heldur utan skráningu á tilfærslu úrgangi og þann hátt að það styðji við áreiðanlega réttmætar og tímalegar upplýsingar flæði og stöðu úrgangs. Til þess að nálgast þetta fyrsta skref, þá var verkefninu skipt upp í 3 þætti, kortlagning á söfnun og flæði úrgangs, gagna í virðiskeðjunni, kortlagning á kerfum og stöðu í nágrannalöndunum og lýsingu á kerfi til skrásetningar út frá þeim þeirri greiningavinnu. Og ef við byrjum bara á fyrsta hlutanum, þessari kynningu, sem er úrgangstölfræðin á Íslandi, vorum við með, hún var rauninni tvíþætt, við höfum stóra könnun, sem sendum út sem ansi margir tóku þátt í og svo tókum við viðtöl til að rauninni staðfesta það sem vorum að sjá úr könnuninni. Og ég sjá listið þáttatakendur í þessari könnun og ég vil bara þakka þeim fyrir að taka þátt. Það er erfitt að greina stöðuna ef maður nær engum upplýsingum
og þetta bara var mjög vel að sér vikið og góð svörun og margt sem að koma úr því og margir góðir punktar í opnu spurningu sem að hjálpa til líka við að skilja stöður ennþá betur. Og þetta voru sem sagt bara eins og við skilgreindum úrgangsöryggiskerfið, það voru þetta allir helstu aðilar þar undir. Þetta voru aðilar í söfnun og flutningaúrgangi, móttöku og flokkunarúrgangi, meðhöndlunarúrgangi og gagnasöfnun. Og aðrir hagaðilar sem eru með eins og þekkingarsetri. Og við settum upp svo niðurstöður út frá ákveðinni samþættingu og greining á niðurstöðunum skipt niður í þeir sem í söfnun, þeir sem í móttöku og meðhöndlun saman, sveitarfélögin og rannsóknarmörk sveitarfélögin tóku það og gagnavinnslu og móttaka á gögnum. Og þetta var gert að það var ákveðin samhljómur í svörun milli þessar aðilar sem eru á þessum stöðum í virðiskeðjunni. Og eins og fyrir þá sem tóku þátt í könnunni, þá var hún ansi stór og margir möguleikar sem var hægt að velja úr. Þannig að það var ákveðin greiningavinna í bara það hvernig tekur maður á móti svona upplýsingum og við byggum til ákveðin mælaborð sem er hægt að skoða en bara hjá okkur eins og staðan í dag. En eitthvað sem hægt að skoða hvernig hægt að nýta sér í vinnunni fram á veginn. Ég ætla ekki að fara í hvern og einn lið, hvernig niðurstaðan var hjá söfnunaraðilum, hjá móttökuaðilum og meðhöndlunaraðilum. Ég held að það sé betra bara að koma að samantektinni strax og ræða bara vel hana. Það voru ansi margar spurningar, en ef við reynum að draga niður kjarnan, þá var þá lýsir hann sér svolítið í þessari glæru. Samkvæmt svöruninni, þá er augljóst að gæði gagnanna, sem maður skilgreinir það, getur verið betri. Við skilgreinum það og vorum með okkur lýsing á því og vorum að spyrja hvort að aðilar teldu gögnin sín vera endurskoðunarhæf og var það gert til þess að athuga hvort að aðilar treystu sér til að ef gögnin eru tekin út að myndu standast svona áreiðanleika könnun. Og það var 30% sem að töldu það vera til staðar hjá sér. Það var ákveðið svona umbæti sem er þörf þar. Og svo spurðum við hvort það væru skilgreindir innri ferlar að vera að fylgja ákveðnu gæðakerfi í gagnamálum eða hvort það voru að vinna sterklega eftir skilgreindu ferli innanhús. Og það var líka 30% sem voru töldu sig verið að gera það. Og það voru eiginlega þessi sömu 30%. En það sem var kannski rosalega jákvætt í allri þessari vinnu, það eru flestir aðilar bara mjög tilbúnir til þess að taka þátt í þessu verkefni fram á veginn, að bæta úrgangstölfræðina og opni fyrir þeirri vinnu og þeim breytingum sem að mögulega muni eiga sér stað. En svona þessi helstu punktar sem að þarf að bæta er að skráning á uppruna er gerð að einhverju leyti en hún er ekki samhæfð. Flest í söfnun eru beinu sambandi eða fá upplýsingar þann úrgangsaðilann, hvort sem er atvinni gera heimili og eru með kennitölu og nafn og staðsetningu jafnvel. En það skila sér ekki mikið lengra upp en yfir virðiskeðjuna. Og ákveðið svona vandamál sem maður ekki voru að lýsa er að það er erfitt stundum að meta að vera með skráða staðsetningu ef að uppruni úrgangs er á mismunandi stöðum hjá samt sem á sama úrgangsaðilanum eða úrgangsframleiðanda. Það virðist líka vera rosalega misjafnt hvernig aðilar eru að skrá flokkunina, hvernig flokkunin kemur niður. Sumir að nota evrópska flokkunarkerfi, aðrir að nota kerfi Sorpu,
Sumir benda á verktakann eða móttökuaðilann en aðrir eru með sérútbúið innanhúskerfi. Þetta gerir þetta rosalega erfitt í að fá yfirsýn ef það er ekki samræmi á milli mismunandi flokkunarkerfa sem í notkun og ekki í rauninni vitað hver með hvaða kerfi alls staðar í virðiskeðjunni. Og einnig virðist ekki vera hugsað fyrir rekjanleika í núverandi kerfi. Svo til dæmis með sameiginlega ílát eða móttöku þá eru fáir að reyna að greina niður á úrgangsframleiðanda og ber sig framan fyrir sig ómöguleika því úrgangunum blandað saman sem alveg vissulega mikil áskorun. Og miðlæg kerfi virðast vera að valda ákveðnu ruglingi og það ekki samstaða að þau séu samhæfð og það virðist vera erfitt að fá aðstoð til þess að gera betur. Og það kannski líka lykilatriði í þessu hugbúnaðarnotkun, ekki bara út frá hvar gögnin skráð, líka hvar viðskipta eða úrgangsframleiðandinn skráður bara rosalega dreifð og margir mismunandi hugbúnaðarnotkun, sumir bara með innanhúskerfi og sumir með bara staðlaðar lausnir, sumir eru að vinna í Excel eða jafnvel ekki að skrá þetta beint í tölvur. En þannig að þetta ákveðin svona áskorun fyrir komandi kerfi að vera meðvitað þetta og það þarf að taka það til greina. Það þarf að tengjast mismunandi kerfum og mismunandi hátt. Og ef við skoðum svo svona móla úr könnun og viðtölum, þetta það sem okkur fannst standa upp varðandi svörin og opnum spurningunum sem voru oft mjög góð. Þá voru bara að spyrja eitthvað annað sem að þið viljið koma á framfæri við varðandi þessa spurningar sem eru ávan og það var ýmislegt áhersla að koma upp. Það voru aðilar sem voru að tala að samræmd skráning virtist ekki vera milli opinberu aðilanna, Úrvinnslusjóðs og Umhverfisstofnunar. Og úrgangur til að blandast mjög oft og mikið, sérstaklega í dreifbýli. Þessi erfitt að niðurgreina niður á staðsendingu og uppruna út af því. Það væri sniðugt að koma upp rekjanlegum úrgangsnúmerum með góðum skýringum sem væri hægt að færa yfir í alþjóðlega úrgangskerfi. Og sem alveg sagt, þetta þetta flokkunarvandamál sem virðist vera mikið að þvælast fyrir og þessi evrópska flokkunarkerfis tenging sem virðist vera hjá flestum erfitt að ná, sem eykur á flækjustigið og gerir þetta erfitt að samhæfa sig á milli aðila. Það sem var líka rosalega áhugavert var að það eru margir aðilar eins og til dæmis hjá sveitarfélögunum sem í smá vandræðum núna með nýja samninga við verktaka eða þjónustuaðila að taka úrgang ef það er að koma miklar breytingar og hvernig hægt að passa að það er hægt að taka það inn í fyrirkomulagi sem að fara að byrja. Þetta var svona þessi yfirsýn á kortlagningunni á Íslandi og við notum það svona til þess að skoða hvað spurningu viljum við spurja í og fá svör við í úrgangstölfræði Norðurlandanna eða hvað að gerast þar. Það sem við sáum þar, sem var mjög áhugavert, var í fyrsta lagi þessi vinna, það var mjög skýrt að flokkun á úrgangi bara mjög misjöfn og það vantar svona staðlað form þó þó hefur Fenur búið til handbók merkingakerfi sem byggir á samnorrænu verkefni sem að Danir og Svíþjóð hafa innleitt og
aðrir að hugsa myndlega og við okkur finnst eðlilegt að horfa til þess og þetta myndi einfalda mjög ef þetta samhæft hvernig bara úrgangur flokkast á upprunastað. Það var miklu auðveldara að búa til rekjanleika gegnum kerfið ef þetta samhæfa og tengja svo í lokin við evrópska flokkunarkerfið. Og þetta staðlað og það á að fylgja okkur notkunarleiðbeiningum og það sem búið að skilgreina rosa vel 8 yfirflokka fyrir heimilisúrgang og 12 yfirflokka fyrir söfnunarstöðvar og mismunandi undirflokka þar undir. Og það er búið að búa til þessar lýsingar á 6 tungumálum auk íslensku. Þannig að það ekkert, þetta líka breytt kerfi, bæði Svíþjóð og Danmörku og virðist ganga vel og eitthvað sem við ætlum bara að taka þau okkar mati. Það sem okkur fannst kannski áhugaverðast í okkar samtölum og greiningu á Norðurlöndunum var bara það verkefni sem að Danmörk fer í árið 2016 en það verkefni sem að þau fóru á stað með svipað verkefni eins og að byrja núna á Íslandi. En það voru ákveðin 7 úrlausnarmál útlistuð í ákveðin greiningu sem átti sér stað og þetta rímar rosalega við það sem við sáum úr kortlaginu okkar. Skortur á góðum gögnum í upphafi virðiskeðjunnar. Það skortur á sameiginlegum skilningi þar á meðal Evrópuflokkuninni. Það skortur á samþættingu milli kerfa og skráa þvert á gerendur. Það skortur á tengingum í úrgangsstörfum á milli aðila. Það skortur á gæðum gagna við skráningu úrgangsgagna. Skortur á hvatningu og skilningi til að búa til góð úrgangsgögn og skortur á notendamiðum upplýsingum og samskiptum fyrir alla. Og þetta var staðan í upphafi árs 2016 og út frá þessum úrlausnaratriðum voru ákveðin markmið skilgreind og ákveðin framtíðarsýn. Og öll sú vinna sem þar skilgreind leiðir að sér að það er komið mjög gott kerfi til viðmiðunar í Danmörku sem klárlega hægt að læra af. Ef við kíkjum á næst ákveðna þætti sem eru þar, sem eru áhugaverðir, sérstaklega miðað við það helstu úrlausnarmál varðandi þeim ferlum þurfa að fara að bæta fyrir næstkomandi kerfi. Og eitt af því auðkenning fyrirtækja. Það mjög áhugavert hvernig þau eru að nálgast skráningar fyrirtækja í kerfum út frá til að geta source-greinað uppruna úrgangs bæði niður á atvinnugeira og niður á staðsetningar. Og sjáðu bara sýnidæmi að fyrirtæki sem geti verið með höfuðstöðvar á ákveðnum stað en marga framleiðslustaði eða staði þar sem úrgangur myndast. Það sér kennitala eða P-númer fyrir hvern og einn stað sem hjálpar svo til að staðsetningagreina fyrir þann atvinnugeira og fyrir það fyrirtæki, ekki bara niður á staðsetningu höfuðstöðvarnar, sem virðist vera ákveðið flækjustig núna heima á Íslandi. Þetta fannst okkur rosalega áhugavert. Einnig fannst okkur rosalega áhugavert hvernig krafan gerð á bara skráningar frá í upprunasöfnuninni. Og hún nokkuð ítarleg og skilgreind og stuðst við góðar útskýringar hvernig flokka skal úrgang. Þá verið að bæta því að það aðeins sem að skráir úrganginn, sem að sækir úrganginn, hann skráir sig, hann skráir úrgangsframleiðandann út frá atvinnugeira og kennitölu, staðsetningu úrgangsmyndunar út frá P-númerinu, magntölur út frá þyngd, en það getur verið áætlað líka, og úrgangsflokkurinn
skýrt hver úrgangsflokkurinn og út frá sko skilgreininguna á flokknum og út frá því íláti sem er flokkað í, þá áætluð meðhöndlun út frá þeim upphafspunkti. Og svo skilgreint hver móttökuaðilinn í framhaldinu. Þannig að þetta var gert til þess að reyna að búa til ákveðin rekjanleika inn í hverfið. Ef að Danmörk að gera hlutina rosa vel, en Svíþjóð líka með flott kerfi og eru kannski með betra viðmót til að handskrá upplýsingar inn í ákveði kerfi fyrir minni aðila eða sveitarfélög. Og vert að minnast á það. Að Affalweb bara með mjög flott viðmót. En þar sem við gerum sko í framhaldinu af þessu að við erum þá komið með góða sýn á stöðuna á Íslandi, með gott viðmiðunardæmi í Danmörku og út frá því komum við tillögu að þarfagreiningu og skilgreina hvers konar atriði þurfa að vera til staðar fyrir svona tæknilega lausn á svona kerfi. Og ef við byrjum bara að því, þá hlutverk kerfisins að geta skráð upplýsingar með nothæfu viðmóti og þessi ákveði utanlandur reiknilega upplýsingar og framsetning góð. Og ætlast til að hægt sé að vita með góðar upplýsingar magn, það þetta tímastimpla og uppruna votta og hvert móttökunarstaðurinn Þannig að í þessari þarfagreiningu, ef maður horfir til uppsetninganna hjá dönunum til dæmis, þá hægt að skipta lykilflokkunum á þann hátt að ræða almennar kröfur til kerfisins, kröfur kerfisvirkni og tæknilegar kröfur. Og almennar kröfur sko bara rauninni það sem við viljum fá út úr því. Ákveðið hlutverk sem að kerfi hefur, það þarf að vera stöðlulaust, þarf samt að vera sveigjanleg, það þarf að auðvelda í notkun og samþættanlega önnur kerfi með gott notendaviðmót og uppfylli öryggiskröfur. Það svona almennar kröfur sem þarf að setja inn í þannig kröfuútboð. En kröfur kerfisvirkni eitthvað sem kannski ennþá mikilvægara í svona kerfi fyrir úrgangsviðurkerfina með kerfi fyrir öðrum tilgangi út af öllum þessum ferlaflækjum og mismunandi hagaðalum og áætlum með reykjarleika og ná ekki reykjarleika. En það þarf að vera ákveðin skilgreiningar og reglur og aðgerðir sem tengjast í. Við telum svona að þessi hluti sé flóknast í uppsetningu. Einnig tæknilega kröfur, en það leiðir svolítið að sig hvað þarf út frá almennu kröfunum og kröfum til kerfisvirknisins. En og til að geta samhæft stefnu umhverfisstofnunar í upplýsingatækni. En við förum bara stuttlega yfir aðeins almennar kröfur, að þá þarf að vera ákveðin sýn á hvernig hver aðili að skila inn og hlutverk kerfisins fyrir þann aðila og fyrir þá sem að safna gögnunum, hver það og hverjir. Sko, almennar kröfur í skilningi þessa kerfis að það þarf að vera staðlakerfi og hlutverk kerfisins skilgreint og notkun á Íslandi en með sveigjanlega kerfisögu. Það þarf að vera ákveðnar kröfur þjónustu og viðhaldsvinnu fyrir kerfi og það þarf að auðvelda í notkun. Og það þarf að vera byggt á gagnagrunnskerfi og það þarf að vera mjög skýr og góð samþátt með öðrum stöðlum kerfi. Þetta það sem við sáum kannski einna mikilvægast því að það svo margir sem eru með sín eigin kerfi og eru að halda utan þessi gögn, sumir bara mjög vel. Og það þarf að vera hægt að tengja kerfin saman auðvitað hátt. Það alltaf ótti að með ný kerfi
að þau þyngi bara vinnuna við, bara almenna vinnu við að vera í þessum geira töluvert, koma ofan á aðra daglega vinnu. En sko, kröfur til kerfisvirkninnar, það þarf að tryggja að það sé hægt að vera með rekjanleika og það að vera samhæfing alls staðar innan mismunandi staðina virðiskeðjunnar. Og það þarf að hugsa fyrir því að óskin væri að geta teiknað upp svona sankimynd af stöðun á Íslandi, hvernig flæðið að flæða á milli mismunandi staða og í ákveðna lokameðin. Og þetta kannski eitt af mikla flóknara atriðunum í kerfinu sem mun koma til með að vera. En það ekki óleysanlegt. Það mjög góða lýsingar á hvað upplýsingar safnað inn í kerfinu hjá til dæmis stöðnunum, en og mjög áhugavert að skoða bara hvernig hægt að taka upp svipaða nálgun. En við erum að horfa á allt frá þessum píramída sem ég nefndi í upphafi, ekki upphafi í kortlægni Norðurlöndunum. Við erum með mjög skýra skráningarreglur. Svo ég sagði tæknilegu kröfurnar að nálgast í rauninni það á mismunandi hátt, en eðlilegt þykir okkur að það sé byggt á hverjum svona SQL grunni og það sé verið að veita í raun aðgang inn í hann í gegnum aðra önnur kerfi sem til staðar. Þannig hægt segja að aðalega getur nota þau kerfi sem við erum með núna með ákveðnum breytingum. Svo hægt að notast við mælaborð til yfirsýn, til dæmis Power BI og mögulega komin auðkenningu í gegnum rafræðskilningi. Við teiknum líka upp ákveðna svona yfirlitsmynd sem okkur finnst gaman að svona presenta, en þetta svona út frá tæknilegu hliðinni, en mesta flækjan og mesta svona sem nýtt í þessu og sérstakt fyrir úrgangsvirðiskeðjuna að koma gögnunum á góðan máta inn í gagnagrunn. Og það snýr að þessari ferlavinnu sem við nefndum að Danirnir hafa gert mjög vel og þarf að vera með skýrt í kerfislausnum. Ef við drögum saman helstu niðurstöður, þá erum við með virðist ekki vera samræming í skráningu til opinberra aðila og uppruni úrgangs skila sér eða ómyrk markviss til úrvinnslu aðila gagnanna. Upprunaskráningin inniheldur allavega ekki nægar upplýsingar fyrir utan staðsetningu. Í það skal flækjast við skráningu á staðsetningar fyrirtæki oft með margar starfsstöðvar í mörgum sveitarfélögum og það vantar samhæfingu merkingu íláta og mismunandi flokkunarkerfi í notkun. Það mikið handskráningu gagna. Það eru fáir innan úrgangsvirðis sem telja gögn sem endurskoðunarhæf og fáir á unnið í ferli með skráningu og utanumhald gagna. Það eru mörg mismunandi kerfi í notkun við skráningu og utanumhald viðskiptavina og úrgangsupplýsinga misjafnt einnig. Mismunandi þörf á kerfum, þar sumir geta skráð beint inn í kerfi en aðrir vilja geta tengt saman kerfi sín við fyrirhugaða kerfi. Það virðist ekki vera komið rekjanleiki í gegnum virðiskeðjuna og söfnunaraðilar og móttökuaðilar vita ekki alveg hvað verður úrgangi. Fenur setti upp leiðbeiningaskjal úr samnorrænni vinnu sem samhæfir flokkun úrgangs og merkingu íláta. Okkur líst vel á þá lausn. Staðan á úrgangsmálum og kerfislausnum í Svíþjóð og Noregi nokkuð góð. Noregur komið skemur af veg. En Svíþjóð og Danmörk hafa virt kerfi á landsvísu þar sem úrgangsupplýsingar eru skráð í og tölfræðigögn eru aðgengilega gegnum virðiskeðjuna. Vinna við að setja upp kerfi og hvernig skráning kerfi sem virkar vel skilgreind hjá dönunum. Vinnan af þeim stað sem í dag.
Í þarfagreiningu sem við gerðum í þess okkar svona tillögu að þeirra þarfagreining var að þeir útlistuðu úr vandamálum mjög vel og unnu markvisst á úrbótum. Það er vert að nefna líka að það er að koma Evrópulöggjöf og reglugerð sem á taka á þeim vandamál sem er í flutningi og úrgangi milli landa, en svo vinna er bara og upplýsingar lokamiðlun, en svo vinna bara í gangi. Í núverandi kerfi felst mikið vinna við að auka flækjustig í ósamræmdum gögnum og því nauðsynlegt að huga vel að gagnaskráningu. Kerfislaust krefst 3 þátta í grunninn, skráningar, utanumhalds og yfirsýn. Við mælum með að horfa til uppsetningu kerfanna í Danmörku og Svíþjóð og notuðum við okkar útlistun og þarfagreiningu og útfærslu Dana. En það hefur verið framþróun í framsetningatólum á síðustu árum og tækifæri þess að bæta enn úr úrlausn Dana og Svía með nýju staðferð. Þetta var kynningin að loka glæran fyrir mér. Bara opið fyrir spurningar og spjall. Takk hérlega fyrir þetta, Hafþór. Mjög gott. Við buðum fólki að skrifa í spjallið þegar þær hefðu spurningar, en ég sé ekki að hafi komin eina spurningar þar inn, en í rauninni þá er bara kannski orðið svolítið laust núna ef einhver vill. Reyndar kemur hérna ein spurning í þessum töluorðum, Snjólautinna. Já, Eflu er að spyrja hvað aðilar myndu fá aðgang að nýju kerfi? Það er í rauninni fyrirhugað, hugmyndin er að þetta sé þvert á úrgangsvirðiskeðjuna. Já. En aðgangur er væntanlega stýrður. Það er ákveðið sem að stjórnvöld, eins og Umhverfisstofnun sem sér úrgangstölfræði landsins þarf að hafa aðgengi að meðan það verður kannski ekki allar þær upplýsingar opnar fyrir alla eða hvað? Já, akkurat. Það þarf að huga því. Það er náttúrulega það er ákveðið miðlægur aðili sem getur verið Umhverfisstofnun eða annar sem sér og er með heildar, sér allt sem er inni og heldur utan kerfið sjálf. En það þarf að vera mismunandi gagnasýn fyrir mismunandi aðila. Og hugmyndin er að þetta vera kerfi sem ætti að vera nothæft öll sem þurfa á svona úrgangsupplýsingum að halda. Já, og meðal þeirra sem vilja sækja í þessar upplýsingar eru þetta bara almenningurinn, líka sveitarfélögin, þau vilja fá að vita, vera með betra aðgengi að tölfræði síns svæðis, úrgangstölfræði, og auðvitað er þetta partur af aðgerð 21 í stefnu ráðherra í úrgangsmálum bætta úrgangstölfræði. Þar kemur einmitt megin markmiði hérna og með þessu fyrsta skrefi í vinnu KPMG og þessari greiningu er að einmitt komast að hvernig við getum haft kerfi sem veitir þennan aukna aðgang að úrgangsgögnum fyrir þessa aðila. Akkurat. Hún Bryndís Skúladóttir spyr hvort að flokkun fyrirtækja frá Hagstofu Danmerkur, P-merkingin, hvort hún sé gerð fyrir úrgangsflokkun eða var hún þegar til? Ég veit ekki hvort það sé bara gerð fyrir úrgangsflokkun, en þetta var vandamál eins og hérna heima hjá þeim árið 2016 og þeir vitna mikið í þessa lausn í að greiða úr staðsetningarvandamálum. Klárlega er hún hluti af kerfinu núna. Ég veit ekki hvort þetta var eitthvað söpkerfi í einhverju öðru skilningi áður, bara þekki alveg þá sögu, en hún er lykilatriði í þeirra kerfi núna. Ok, Karen Björk, vilt þú kannski taka orðið? Já, góðan daginn, takk hérlega fyrir mig og takk fyrir góðan fyrirlestur. Ég hef með spurningu sem kemur frá Reykjavíkurborg. Við erum að velta fyrir okkur, hvenær reiknið þið í rauninni með því að nýtt kerfi og þessi bætta úrgangstölfræði gæti verið tekin í notkun? Hvað heldur þetta taki langan tíma? Það er alveg fyrir séð að þetta mun taka svolítinn tíma. Við munum þurfa að halda því kerfi sem við erum með í dag og við erum í rauninni ekki komin á það stig að sjá nákvæmlega hvernig við myndum innleiða nýtt kerfi, hvort að það verður einhvers konar viðbót
og hvernig við tengjum það í rauninni við gamla kerfið. Við munum halda áfram skráningum eins og þau hafa verið, alveg áfram, allan að næsta árið, ef ekki næstu 2 árin eða lengur, en við sjáum fram á að reyna að innleiða bætt kerfi sem fyrst, en það náttúrulega bara svo erfitt að segja til hvað það mun taka langan tíma áður en við erum komin með aðila í verkið. Því að nú það bara næstu skref að skoða og finna þessa lausn sem við ætlum að innleiða og reyna að koma þeirri vinnu í gang og því miður þá bara vitum við kannski ekki alveg nógu mikið hvað framundan til þess að geta sagt nákvæmlega hvenær það verður tilbúið en auðvitað vonum við sem fyrst. Einmitt, takk fyrir. Við fögnum öllum góðum breytingum. Klálega. Þá ég sé ekki fleiri hendur á lofti akkurat núna, en já, eitthvað sem þú auðvitað bæta, Hafþór, fékkst þú einhverja betri tilfinningu, fenguð þið ykkar vinnu við kannski tímafjöldan sem það tók Dani að komast frá byrjunarreit sem var 2016 þangað til þeir voru komnir með svona einhvers konar betra kerfi? Já, ég held að svona þessi þarfagreining og aðgerðaáætlun skilgreind 2016 og það virðist vera komið í kerfi allavega 2018 og sem að virka ágætlega. Við gerum ákveðna gæða handbók þá og en þetta sko eins og öll svona kerfi, þetta í stöðum umbótum og en allavega 2 ár eins og ég skildi það. Einmitt. Það var svona í takti við það sem við kannski sjáum fyrir. Gott að heyra það. Já, við settum þennan kynningafund á dagskrá alveg til 1:30, en það kannski óþarfi ef það ekki fleiri spurningar. Það sem við munum svo gera að birta þessa upptöku og hafa svona sér upplýsingasíðu á vefsíðu Umhverfisstofnunar þetta verkefni. Og það verður auðvitað hægt að sjá þetta allt saman, en jú, nú kemur spurning. Snjólaug, vilt þú grípa orðið? Já, komið næstu skref fyrir þetta verkefni? Búið að ákveða einhvern aðila til þess að útfæra þetta kerfi? Á að fara eitthvað dýpra í hvað þetta kerfi á að innihalda? Eða, hvað næstu pælingar? Já, takk fyrir spurninguna. Nei. Það ekki, nú bara þessi partur, þessi kortlagning og þarfagreining KPMG lokið. Þetta svona lokaskrefið að kynna þessar niðurstöður eins og Hafþór gerði og svo munir bara næstu skref vera tekin í kjölfarið hjá okkur. Umhverfisstofnun bara mun vinna því með öðrum aðilum að eins og bara vinna áfram að innleiðingu aðgerðar 21 sem auðvitað opin öllum í stefnunni og hægt að lesa sér til en þetta eru bara næstu skref. Það ekki búið að ákveða nýtt ennþá. En þetta bara plagg sem við munum auðvitað vinna áfram eftir. Sem sagt, nota þetta sem svona grunninn að því hvað við þurfum svo að gera næst. Þá það Zoe Vala. Nú veit ég ekki hvort að senna þetta. Þú mátt taka orðið. Þetta var rétt. Þetta kerfi sem að KPMG að aðstoða lönd við að setja upp þá ég ímynda mér vegna þess að þessi kerfi ekki eins alþjóðlega þá erfitt að bera saman lönd fyrir utan þá náttúrulega ef það verður eins kerfi Danmörk og Íslandi. Veistu eða vitið þið hvort það stefnt að því að það verði samræmt kerfi út allan heim? Já, takk fyrir þetta. Það náttúrulega innan Evrópu, þar það Eurostat sem tekur á móti öllum þessum upplýsingum frá aðildarríkjum og EES-ríkjum og þar hægt að sjá allan evrópsku tölfræðina og það þetta gögn sem við Umhverfisstofnun skilum til Hagstofunnar sem skila svo til Eurostat. Hvað varðar svona allan heim, það veit ég ekki og ég held að það sé ekki til eins og og það sé bara, já, það væri náttúrulega rosalega áhugavert og flott en ég held að
eins og til dæmis Evrópa að gera þetta frekar skipulega innan álfunnar. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig staðan í öðrum heimsálfum, en ég veit ekki þess að það sé neitt samræmt kerfi allan heim, eins og staðan í dag. En við auðvitað þurfum að máta okkur inn í evrópska kerfið. Já, ok, þannig að evrópska kerfið verður samræmt alveg milli landa innan Evrópu. Það samræmt, já. Við erum með það kerfi núna, við erum að senda inn samkvæmt skráningum evrópska kerfisins, en það hvert og eitt land sem náttúrulega útfærir hvernig þeir safna þessum gögnum. Það það sem við erum að reyna að bæta alltaf í, en við erum vissulega að gera það núna og við erum að safna í þá evrópska flokka sem að lagðir eru til og eru evrópskir, úrgangsflokkar þar segja. Safnagögnin verður þá að lokum samræmt líka milli landa, ég myndi mér. Hvernig gögnin verður safnað? Það eru settar ákveðnar reglur í Evrópu sem svo innleitt á hverju ríki fyrir sig það hvaða kröfur þarf að uppfylla við gagnasöfnun og í rauninni til að gögnin séu sambærileg, já. Og það nú þegar, og bara það mismunandi stigum að vilja landa hvar löndin í við innleiðingu á þessu. Oftast eru EES-ríkin innleiða þau hluti kannski aðeins seinna heldur en Evrópuríkinu auðvitað því þau þurfa að taka þetta til sér meðferðar milli sín, en við erum eitt af þeim ríkjum sem förum yfir og tökum upp kerfið eins og það sett upp í Evrópu. Takk. Já, lítið mál. Þá sé ég án Elva Rakel Jónsdóttir, sviðsstjóri umhverfisstofnunar með spurningu. Já, það var nú kannski ekki beint spurning. Mér langaði bara að kommenta og á það að mér gaman hvað eru margir að spyrja út í hvenær þetta verði komið, hvort þið séum komið næstu skref og svo framvegis, og þannig að ég veist það sýna okkur svart á hvítu að það er mikil áhugi og eftirvænting eftir þessu kerfi og við þykjum svo sem vita það og hafa fylgst með því lengi að það er veruleg þörf fyrir því að bæta rekjanleika í gögnum varðandi úrgangsflæði á landinu og þetta er auðvitað bara eins og Rakel sagði áðan fyrsta skrefið. Þetta er bara svona fyrsta skrefið okkur í þessa átt. Okkur vantaði sárlega að fá þessa þarfagreiningu og fengum hér mjög góða tillögu að kerfum sem við gætum mögulega nýtt okkur og nú er það bara næstu skref. Við þurfum að skoða þau, kanna aðeins nánar hvað það þýðir að nota þessi kerfi og svo er þetta heljar samráðsferli sem framöndan. Við þurfum að vera með marga aðila með okkur í lúpunni. Þetta er ekki eitthvað einkaverkefni umhverfisstofnunar, þvert á móti, það er þetta verkefni sem krefst þess að við séum í mjög góðu samstarfi við mjög marga til þess bæði að kerfi geri það sem við þurfum, ekki bara við, þá heldur allir þeir sem að þessu koma og líka þannig að þetta gangi smurt fyrir sig einfallega. Þannig að þetta verður mikið verkefni fyrir okkur að koma þessu koppin og ég vona bara að allir séu tilbúin til þess að vinna vel saman að þessu. Svo það er það sem mun tryggja okkur árangur. Og ég alveg sannfærð það að þetta verkefni það mun bara koma okkur allt annan stað í umræðinu úrgangsmál þegar þetta verður komið á koppinn og við getum raunverulega farið að tala úrgangsmagnstærðir út frá rauntölum í svo gott sem rauntíma. Þá verðum við bara allt öðrum samræðastað heldur við erum í dag. Eins og Rakel var að segja, við skilum vissulega inn til Eurostat eftir forskriftum það hversu niðurgreind flokkunin á að vera. En við erum samt sem áður að áætla mikið af tölum í dag. Við erum hreinlega ekki með nægilega góða tölfræði á bak við okkur í dag. En vonandi verðum við komið með það þegar þetta verður komið á koppinn. Þannig að þetta er bara mjög ánægilegt og eins og segi, ég er gaman að sjá hvað það er mikil eftirvænting eftir þessu. Það er frábært. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Bara glæsilegt. Ég sé að það er nokkru hendur á lofti, svo við sjáum ætli að sé Karen Björk, ertu með aðra spurningu? Já, mér langaði bara að spyrja sviðsstjóri umhverfisstofnunar, hvaða aðilar eru það sem munu koma að næstu skrefum með ykkur? Af því að gerum við grein fyrir mig, þetta er ekki eitthvað svona einkaverkefni umhverfisstofnunar og bara flott að séu margir aðilar að koma að því, en hvaða aðilar munu koma að þessari vinnu? Það er rauninni hluti af því sem að þarf að skilgreina. Við þurfum að marka okkur umfang utan verkefnið og vera með það alveg skýrt. Það er alveg ljóst mál að verið samband líka sveitarfélaga með okkur í þessu. Já, þarna sýnist mér að hún Elva Rakel hafi dottið aðeins út. Þetta er samband með sveitarfélaga. Já, það er sérstaklega. Það búið að tilgreina ábyrgðaraðila á verkefnu í
í stefnuráðherra í úrgangsmálum í 8 hringrásar hagkerfi og þar eru Umhverfisstofnun og Samband íslenskra sveitarfélaga með sameiginlega ábyrgð á mörgum verkefnum sem tengjast þessu verkefni vissulega og maður sjá, alveg komin inn aftur? Já. Bara tölvan var batterislaus, þetta svona heimavinna stundum. Já, ég ætlaði bara að segja að sjálfsögðu verið sambandi með okkur í þessu og það svolítið útfærsluatriði með þeim hvernig við högum aðkomu sveitarfélagana, hvort að við notum úrgangshópinn sem þau eru að vinna með gaggjart til þess að vera okkur ráðgjafar eða hvort við á einhverjum tímapunkti verðum einhverja vinnustöðu þar sem við bara bjóðum öllum að taka þátt. Þetta allt sem bara útfærsluatriði sem við þurfum að finna út úr. Klárlega verðum við líka með stóru úrgangsfyrirtækin með okkur. Þannig að þetta verður, við reynum að hafa eins svona víðtækt samráð að við getum samt þannig að það verður kannski einhver svona vinnuhópur, einhver kjarni sem að drífur verkefni síðan áfram. Þannig þetta í mótun. Frábært, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elva, og takk fyrir spurningarnar, allir sem hafa komið með spurningu. Ég sé að Sóivala ennþá með hendin uppi, það frá því síðast eða það ný spurning? Já, nei, fyrir ekki, það frá því síðast, en ef enginn með spurningu þá ég alveg forvitinu mitt, annað ég veit ekki alveg, já. Bara gjör svo vel. Ok, varðandi þess að staðla þá eru náttúrulega ýmsar plasttegundir kannski plast stórt næsta skref þegar kemur að úrgangstölfræði og endurvinnslu bara á heimsvísu, en vildu vita hvort að það væri eitthvað stefnt að því að reyna að skoða eða greina plasttegundir sem að falla undir annað plast, þannig að flokk númer 7 á Íslandi, svo hægt væri til dæmis að minnka magn annars plast á Íslandi, flokk númer 7, svo að hægt sé að flokka betur allt plast, eða endurvinna betur allt plast. Já, þannig að spurningin í raun hvort það verði gerð meiri rannsóknin í tegundir á plasti á Íslandi, þá aðalega flokk númer 7. Já, þetta góð spurning. Ég ekki alveg með svarið alveg núna. Elva, ert þú kannski? Já, ég bara... Nei. Ok. Ég ætla bara að segja að ég held að þetta sé eitt af þeim verkefnum sem að við verðum komið með betri forsendur til þess að skoða þegar svona kerfi verður komið á koppinn. Það hefur hamlað okkur mikið að vera í rauninni ekki með rétta mynd, við vitum það bara, við erum ekki með rétta mynd í dag og það gerir okkur erfiðara fyrir að fara í verkefni eins og þetta, að rýna einhver leyti. Þannig að þetta klárlega eitthvað sem maður mætti skoða. Svo má líka benda á það að það núna frá síðustu áramótum að þá einmitt þetta blandaða plast komið inn í svokallaðan gulan flokk varðar flutning á milli landa á úrgangi og núna tilkynningarskyldur. Þannig að það verið að fylgjast meira með þessum flokki sem auðvitað ákveðin áskorunarflokkur, ef svo má segja. Það erfitt að vinna úr honum. Þannig að það alveg ljóst mál að það verður fókusera meira á þennan þátt á komandi árum. Þannig að ég get ekki svarið nákvæmlega núna hvernig við myndum gera þetta eða hvaða verkefni eru stofnuð, þetta verður flokkur sem verður í fókusu næstunni. Takk. Svo má kannski benda á að það hefur verið gerð ákveðin svona skýrsla úr viðjum plastsins, hún hefur verið gefið út og þetta lesa sér vel til stöðu plastmála líka inn á saman gegn sóun, svo endilega beina fólki þangað ef það vill kynna sér svona stöðuna í þessum málum en tek undir það sem Elva Rakel segir auðvitað. Já, Hafþór, hefur þú eitthvað kannski, eitthvað sem hefur poppað upp svona út frá þessum spurningum, eitthvað sem þú vilt bæta við? Í rauninni ekki, en mér bara finnst mjög gaman að sjá áhugann og þetta þörf á að breyta til og mér heyrist allir vera til í það og allir spenntir fyrir að fá betur upplýsingar og að sé gert betur við úrganginn okkar. Og í rauninni oftast, fyrsta leiðin oft til að búa til ákveðna aðgerðir að vera með góðar upplýsingar. Þannig að það gerir þetta verkefni rosalega mikilvægt og áhugavert. Algjörlega. Það var stórt skref þegar gagnagátt Umhverfisstofnunar var kynnt og tekið inn í gagnið og þar sem lokameðhöndlunaraðilar skráði inn allan úrganginn og þaðan sem við fáum úrgangstölfræðin í dag að langmestu leyti og þetta svona eins og bara næsta skref
þetta svona eins og næsta kerfi fyrir ofan og við sjáum fram á að bara hefjast handa við að greina þessa góðu greinagerð og skýrslu KPMG og þökkum bara vel fyrir þessa góðu kynningu og alla spurningarnar sem komu og bara takk kærlega fyrir góða þáttöku og já, þakka bara fyrir mig. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir.